byrjum þetta bara. Já. Hjá mér mætt Eyja M. Brynjarsdóttir, doktor í heimspeki. Hún starfar sem heimspekingur við menntavísindasvið Háskóla Íslands og eftir smá Google þá komst ég að því að hún hefur skrifað 148 svörin á Vísindavefinn. Vissirðu það sjálf eða? Já, það er ekki svo langt síðan ég komst að því sjálf. Mér datt eitthvað í huga að fara að telja. Það er hægt að komast að því án þess að telja því. Maður flettur upp á nafninu á Vísindavefnum. Já, ég myndi gera það sko. Sá það. Já, það er svolítið vel gert. Og svo hefur hún líka skrifað mikið af feminískum pislum inn á til dæmis Knús og haldið, ég held fjölmörg feminísk erindi, er ekki rétt? Jú, svona eitthvað. Já. Hérna, sko, heimspekingur, doktor í heimspeki og feministi, hvernig tengist heimspeki og feminismi? Sko, mér finnst bara kannski af því að ég er bæði heimspekingur og feministi, þá bara get ég ekki hugsað mér annað en að tengja það. En það náttúrulega gera það ekkert allir en sko, heimspeki á auðvitað að vera eitthvað sem sýnir bara svona endurspegla mannlega hugsun og þannig að fjölbreytileika mannlegrar hugsunar. Og en svo hefur náttúrulega, í gegnum söguna þá hefur það gerst í heimspekinni eins og í svo mörgu öðru að karlarnir hafa fengið að ráða og konurnar horfið í skuggan og þannig að það hefur svona karllæg hugsun orðið svolítið mikið ráðandi og fengið að móta heimspekihefðina. En svona það sem við gerum sem leggjum stund á femíníska heimspeki, svona meðal annars, það er að koma konunum að í heimspekinni og það sem konurnar vilja hugsa að það er kannski nálgast ekkert allt á sömu forsendum og karlarnir. Það er náttúrulega með annars konar reynslu kannski og það er ekkert endilega rétt að karlarnir og þeirra áhugamál og þeirra reynsluheimur fá að móta allt og sérstaklega ef maður hugsar til þess að ef við viljum að heimspekin sýni bara mannlega hugsun í sínum allri sinni fjölbreytni þá verðum við náttúrulega að gera ráð fyrir að bara alls konar fólk geti verið með og þannig að það er svona partur af því hvernig það tengist, myndi ég segja. En svo er það kannski líka það að nota heimspekina og svona þau verkfæri sem heimspekin gefur okkur og kenningar úr heimspeki til þess að skoða alls konar femínísk málefni og málefni sem tengjast konum. Sko, ferðu inn í heimspekina á femínískum forsendum eða blasir þetta svona við þér þegar þú ert í heimspekinni? Svona þegar ég var að byrja, meinarðu? Já. Sko, þegar ég var að byrja í heimspeki þá ætlaði ég mér ekkert endilega að fara út í femíníska heimspeki og þó ég held að ég hafi verið femínisti bara frá því ég fæddist en eða það bil, eða síðan var á leikskóla En svona til að byrja með þegar ég var, ég náttúrulega lærði heimspeki fyrst í Háskóla Íslands og þegar ég var þar þá voru bara karlar sem kenndu og svo fór ég framhaldsnám til Bandaríkjanna og það sem ég var að sérhæfa mig í þar var ekkert femínísk heimspeki og þó ég hef alltaf haft áhuga á henni líka en það var ekki svona mitt sérsvið sko. Og það er svona ennþá þannig að ég er ekkert bara í femínískri heimspeki, ég er í ýmsu öðru líka en mér hefur svona fundist meira og meira einhvern veginn bara nauðsynlegt að tengja þetta saman. Okay. Ég tók eftir að ég var að googla þig. Þá tók ég eftir að þú hélst erindi bakslag MeToo.
Já, einmitt, núna í haust. Já. Hvað varstu svona að draga fram þar? Sko það sem ég var að pæla í þar, það eru svona, já, svona bakslags viðbrögð við MeToo-hreyfingunni og það hvernig hefur verið brugðist með neikvæðum hætti við MeToo-hreyfingunni, sem er nokkuð sem að ég held að sé bara mjög svona viðbúið einmitt af því að þetta er mjög svona öflug femínísk hreyfing og sem að er að rugga bátnum og þegar einhver gerir það, er með læti og ruggar bátnum, þá er bara algjörlega viðbúið að það kom einhver hörð viðbrögð á móti. Það væri eiginlega frekar áhyggjuefni ef að það væri bara dúnalogn alveg í kringum þetta og ekkert nema einhverjar ofboðslega jákvæðar móttökur, þá held ég að það væri frekar merki að það væri bara ekki verið að gera nógu mikið eða eitthvað svona. En þannig að ég var svona að skoða og tala svona viðbrögð og svona algeng viðbrögð sem maður rekst á gagnvart MeToo-hreyfingunni sem eru svona það sem maður kalla bakslags viðbrögð eða mótstöðu viðbrögð. Ok, hvað segirðu að því að nú heyri ég ýmislegt alls konar hluti. Eitt af því sem er dálítið vinsælt þetta MeToo er nú gengið of langt. Einmitt, það er alveg svona dæmigerð viðbrögð. Hvað segir þú við því? Og það var nokkuð sem fór að koma bara mjög snemma, eiginlega bara mjög fljótlega eftir að MeToo fór á stað, þá fór þetta að heyrast. Þetta er nú farið að ganga allt of langt. Sko, það sem ég í rauninni vil gera til að mæta því er að spyrja á móti, að hvaða leyti, hvað finnst þér vera að fara að ganga of langt, finnst þér? Af því að nú náttúrulega gekk MeToo mikið út á það að konur voru að segja frá reynslu sinni koma með reynslusögur, segja frá reynslu sinni af kynferðisofbeldi, kynferðislegri áreitni og kannski svo svona í framhaldi og fara fram á náttúrulega að eitthvað breyttist í sambandi við það, að við viljum ekki hafa þetta svona. Og þá kannski fer maður að spyrja ef einhver segir þetta fara að ganga langt. Þá er einhvern veginn bara, finnst mér eðlilegt svar að segja ganga of langt að hvaða leyti, finnst þér of margar konur vera farnar að tjá sig eða hvaða konur ættu þá að sleppa því að tjá sig, finnst þér ætti að setja fjöldakvóta þannig að bara vist margar konur með að tjá sig í hverju viku reynslu sína og svo er bara skrúa fyrir, bara stopp, þú ert of sein, þú getur ekki að tala næstu viku eða er það sem þeir eru að segja frá, er eitthvað sem að gengur langt við það, ættu þeir bara að segja frá grófustu hlutunum eða ættu þeir að sleppa því að segja frá þeim eða hvað er það eða er það að sé verið að fara fram á breytingar sem að gengur langt. Það er af því að ég held að oft þegar fólk segir þetta þá er það einhvern veginn bara voðalega óljóst eða hvað það er að meina. Já, tökum bara dæmi af því að það var í umræðinni. Málið, ég veit ekki, kannski nú farin á eitthvað eldfimt svæði þarna, en það sem var til umfjöllunar, það sem að maður sem að er kennari í öðrum háskóla, heldur en þú starfa við, og þar var umræðan sko að þetta MeToo væri nú gengið allt of langt og þetta væri að líka þessu við fasísk vinnubrögð og nú nú væru feministar í einhverju stríði við karlmenn, held ég að ég sé að hafa rétt eftir umræðinni. Já. Og þetta er náttúrulega sko þannig séð, þetta er náttúrulega gömul saga þannig laga þessi ásökun að feministar hati karlmenn svo mikið og vilji bara vera í einhverju stríði við þá og bara helst útrýma þeim eða eitthvað. Og það er náttúrulega svona ákveðin leið til að þagga niður í fólki. Ef ég kem með einhverja gagnrýni á samfélagið og fæ á móti mér bara eitthvað svona að ég sé
rosalegur kallahattari eða ég sé einhver vond manneskja að einhverju leyti, þá þarf ég í staðinn að fara að verja mig gagnvart því og þá gleymist gagnrýnin sem ég var að setja fram, sko. Og þannig að þetta svona, það í rauninni verið að snúa einhvern veginn umræðinni við, þannig að feministarnir þurfa að fara að verja sig í staðinn fyrir að þau séu að gagnrýna samfélagið. En hvað með þetta mál? Af því að ég veit ekkert þetta mál nema bara það sem ég las í fjölmiðlum. Já, sama hér, sko. Ég hef ekkert svona insider info neitt. En og það held ég líka, en það náttúrulega eitthvað sem ég held að við þurfum bara öll að kannski að hugsa að bara lang flest okkar vitum ekkert meira þetta mál heldur en bara það sem við lásum í fjölmiðlum og þannig að ég meina það að þessi maður hafi honum hafi verið sagt upp störfum, ég meina ég gerir bara ráð fyrir að hans vinnuveitandi hafi haft einhver málefnaleg rök fyrir því sem og hann hafi ekkert farið að senda þau öll í blöðin. Og þannig að ég held að við getum ekkert gert ráð fyrir því að við sitjum hér með allar upplýsingarnar málið, sko. Já, en þetta með málfrelsið. Já, einmitt, Er ekkert málfrelsi lengur? Hefur það einhvern tíma verið? Sko, ég meina, ég held að það er náttúrulega kannski einhver svona mörk með, ég meina það er eitt að hafa, ég meina eins og í þessu tilviki, þá er þetta náttúrulega maður sem tjáir sig með mjög neikvæðum hætti stóran hóp fólks og þetta eru náttúrulega hlut og þannig að það sem hann að gera þarna, þetta náttúrulega kannski komið inn á það sem við köllum hatursorðræðu, að það verða alhæfa þarna konur og þær séu ómögulegt að hafa þær á vinnustöðum eða hvernig þetta var og í þessu tilviki þá er þetta náttúrulega maður sem starfar við kennslu og við getum gert ráð fyrir einhverja nemendum hans séu konur sem getur verið óþægilegt fyrir þær eða ég gerir ráð fyrir því að svo sé en þannig að en svo náttúrulega kom fram líka að þetta eins og rektorinn þarna í þessu tilviki mér sé að kom í fjölmiðla og tók það fram að þetta snýrist ekkert bara einhver einu ummæli heldur væri þetta stærra mál, þannig að það getur vel verið að þessi ummæli hafi verið eitthvað kort sem fylgdi mælinn út af einhverju öðru. Eða væri ég meina ég held að við myndum kannski flest taka undir það að það væri svolítið harkaleg viðbrögð að reka mann bara út af einhverjum einum ummælum á Facebook en En hvað með annað sem að mér datt í hug, sko, er pistillinn frægi frá sem sagt það sem að feministum var svolítið kennt sjálfsmorð kalla. Já, sem að var bara núna fyrir nokkrum dögum. Já. Það var gríðarlega sterk viðbrögð, sem sagt, bæði var fólk sammála þessari framsetningu það að það var allt vont feministum að kenna einhvern veginn. Já. Og svo urðu margir feministar alveg ótrúlega reiðir og svona burðust harkalega við. Já. Og það og mér finnst það ekkert skrítið að, ég meina eins og það eru náttúrulega bara margir feministar sem hafa átt ástvini sem hafa framið sjálfsmorð og þá er þetta náttúrulega ofboðslega særandi að þeir eru komið með einhverja svona ásakanir, þú berð ábyrgð á sjálfsmorðum það vill enginn fá svoleiðis ásakanir framan í sig, hver sem það er. Og ég held að ég held að það sé, í þessum pistli
verið að bara rugla kannski svolítið, það í rauninni verið að kannski benda á rangan sökudólk. Ég meina eins og hún talar að þetta með að karlmenn megi ekki sýna tilfinningar og og eitthvað þannig. Ég man ekki nákvæmlega hvernig þetta var, en allavega var hún eitthvað að tala um þetta með að kallar væru upplifðu skömm fyrir að gráta og eitthvað þannig og það eitthvað sem að ég held að ég meina ég veit ekki, þeir feministar sem ég þekki myndi bara taka undir að það sé eitthvað sem við viljum að breytist og það náttúrulega, og það þar sem að þegar hún fer út í að einhvern veginn að kenna feministum þetta sem að það verður eitthvað svolítið skrítið að því að ég allavega hef ekki orðið vör við það að feministar stæðu fyrir einhverjum áróðri gegn því að kallar fengi að tjá tilfinningar sínar eða... Nei, heldur þvert á móti. Já, einmitt, algjörlega. Þannig að það ég veit ekki hvort það einhver misskilningur þarna eða hvað það sko. En það hlýtur að vera vonbrigði að vera einhvern veginn að standa í þessu, að berjast fyrir jafnrétti og vera feministi og standa fyrir ákveðum málstað og ákveðna baráttu og svo svona ótrúlega mikið af fólki sem virðist ekki skilja út af hvað svo barátta gengur. Já. Mér fannst það allavega ákveðum vonbrigði af því að þessi pistil fekk svo ótrúlega góð viðbrögð og fólk bara takk fyrir að segja þetta. Já, sem að við erum öll búin að vera að hugsa eða eitthvað svona, Hvað feministar eru vondir og með slæma baráttu. Mér finnst það áhugavert í þessu. Og og ég alveg sammála því, það náttúrulega eitthvað sem að bara, það eitthvað svona, sjokkrandi við það, að það virkilega svona sem fólk upplifir feminisma, að feministar séu í því að skamma karlmenn fyrir að gráta eða að eitthvað svona. Hvað þetta? Akkur þetta svona? Akkur svona margir virðist vera sem að fagna þessu? Eða þetta bara brota af kommentakerfinu sem að... Það náttúrulega það sem svo, ég veit það ekki, svona kommentakerfi náttúrulega svo, ég held að það sé rosalega erfitt að átta sig á einhvern veginn, manni finnst eitthvað svona, það allir að segja þetta, svo þetta, fyrst einhverjir 15 manns að tjá sig eða eitthvað. Og Þetta voru reyndar alveg 200 komment, sko. Já, en það var líka fullt af fólki að mótmæla þessu. Ok. Ég las þetta ekki allt. Ég gafst svo upp einhvers staðar en ég fyrst kom fullt af einhverjum kommentum sem tóku undir þetta og svo fór að koma fullt af kommentum þar sem fólk var að mótmæla og verja feminista. Þannig að það skiptist svolítið í tvennt. Mér langar aðeins eitt hugtak sem að ég held ég hafi séð að þú hafi skrifað eða einhvers staðar fjallað hugtaki gaslighting. Já. Gaslighting. Já. Hvað það? Það tengist eitthvað andspyrnunni, eða ekki? Sko, þetta í rauninni, þetta hugtak sem notað yfir svona, þetta í rauninni ákveðin gerð á andlegu ofbeldi sem en sem kannski svona í auknum mæli farið að tala í sambandi við að því að það yfirleitt sko sá sem einhver sem hefur mikið vald sem beitir einhvern sem hefur minna vald þessu og meðal annars í samböndum hefur verið talað þetta og en það sem sagt snýst það að sem sagt sá sem beitir þessari aðferð notar alls konar blekkingar, lygar eða svona afvegaleiðingar, útúrsnúninga og einhvern veginn bara afneitar því að hlutir hafi gerst og svona til þess að, og þetta náttúrulega yfirleitt eitthvað sem gerist smátt og smátt eins og til dæmis í samböndum sko. Þannig að sá sem verður fyrir þessu fer að efast bara eigin upplifanir, eigin skynjanir og að það sé mark á honum takandi og fer bara að halda að hann sé klikkaður bara, að sé bara galinn og Þetta kallað gaslighting?
Já, já. Að fá þig til að upplifa þínar upplifanir. Já, að ég sé bara brjáluð eða, þú veist, og hérna, og Þetta notað gegn feminisma eða hvað? Já, stundum, og gegn, og sko ég myndi segja að þetta sé notað svona kerfisbundið oft gegn, ekki bara gegn feminisma, heldur líka bara gegn konum af feðraveldinu eða gegn alls konar svona jaðarhópum af þeim sem hafa meira vald, eins og til dæmis þegar verið að, sko þegar konur segjast hafa orðið fyrir einhverju misrétti og því bara afneitað bara nei, hvaða vitleysa er þetta í þér, þetta nú meira bullið, þú veist, og hérna, það ekkert athugavert við þetta og hérna, þannig að þær hætti einhvern veginn þá að treysta á, ok, þú veist, er þetta bara einhver vitleysa í mér. Já. Og hérna, þannig að það verið að svona, það er rauninni verið að segja að þeirra mat á hlutunum, þeirra, hérna, það hvernig þær upplifa hlutina, það hvernig þær, meta þá eða það er ályktanir sem það draga, þær séu bara eitthvað bull og þeirra rauninni upplifun á veruleikanum sé ekki rétt og þannig að það getur, og náttúrulega í svona, sko þetta hugtak kemur hérna af því að þetta er náttúrulega hugtak sem hljómar eins og make it sense, hvaða gasljós við að tala hérna, en þetta kemur úr bíómynd, upphaflega leikrit frá 1938 sem hét Gaslight. Já, okay. Og svo voru gerðar 2 bíómyndir eftir því sem hétu önnur bresk og hinn bandarísk eins og stundu gert. Það er mjög fræg bíómynd frá 1944 sem heitir Gaslight með Ingrid Bergman og hérna og sem fjallar hérna hjón sem flytja inn í hús hérna og þetta gerist sem sagt í lok 19. aldar þegar er ennþá svona gasljós notuð og hérna og kallinn hann er hérna hann er bara bófi sko þannig að hann hefur gifst konunni í annarlegum tilgangi til þess að reyna að komast yfir demanta sem frænkan hefði átt og hérna og þetta er húsið sem frænkan hefði búið í og hann sem sagt telur að demantarnir séu faldir upp á háalofti í húsinu og hérna þannig að það er svona mjög mikilvægur partur af plottinu og svo fer hann er alltaf að leita að þessum skartgripum eða demantum eða skartgripum, ég man ekki nákvæmlega hvað þetta var, allavega eitthvað mjög verðmætt sem hann vildi komast yfir og konan hans má ekki vita af þessu og þannig að hann er bara með mjög skipulagt plott til þess að reyna að fá bæði aðra og hana sjálfa til að trúa því að hún sé bara geðbiluð. Og þannig að hann er alls konar, hann lætur hluti hverfa til dæmis og hérna og svo finnast þeir í töskunni hennar eða finnast á einhverjum mjög skrýtnum stöðum og hann kennir henni að hafa sem sagt sett á þær og bara æ, elska mín, hérna, þetta er nú ekki hægt með því, bara þetta er miklar áhyggjur að þér og hérna og hún náttúrulega bara skilur ekkert hvað er að gerast en hann fer alltaf upp á háaloft til þess að leita að skartgripunum en þykist fara út og hérna en laumast upp á háaloft og til þess að leita þá þarf hann að kveikja ljós og þegar hann kveikir ljósi upp á háalofti þá dofna gasljósin í íbúðinni sem hún er í. Já. Og hún tekur eftir því alveg hvað er að gerast, af hverju dofna ljósin og hérna svo þegar kallinn kemur aftur heim og þá fer hún að tala þetta alltaf, ég skil ekki hvað er að gerast með ljósin hérna og hann náttúrulega segir hvaða vitleysa er þetta í þér, elska mín, það er ekkert athugavert við ljósin, þetta er bara einhver ímyndun í þér og þannig að það er sem sagt úr þessu sem þetta hugtak kemur, gaslighting, þetta er hérna en þetta er svona, þessi kall er svona dæmi mjög svona harðsvíraðan svona harðsvíraðan gaslætara sem er mjög meðvitaður það sem hann er að gera en hérna en kannski oft þegar talað þetta þá nú kannski ekki endilega þannig að þeir sem beita þessari aðferð séu eitthvað
með þetta svona úthugsað, eitthvað svona ahaha, ég ætla að... Nei, það skil. En þetta svona til að einmitt, að fá fólk svolítið til að efast sjálft sig og upplifanir. Já. Það minnir mig á hérna, sem ég hef stundum heyrt, að kynjafræði sé ekki alvöru fræði. Já. Og svona femínísk fræði, þetta sé bara eitthvað svona, já, þetta sé ekki alvöru. Já. Hverju svararðu í slíkum? Já, ég sé ekki sammála því. Ég veit svo sem ekki hvernig, það er náttúrulega, ég veit ekki, það er ekki endilega alltaf hægt að sannfæra fólk sem er eitthvað voðalega sannfært eitthvað allt annað. Ég meina, ég myndi segja að það er náttúrulega það sem er verið að rannsaka þar eru bara mjög mikilvæg atriði úr mannlegu lífi og mannlegum samskiptum og svona skoða alls konar kerfi og kenningar í kringum það og þannig að ég fæ ekki alveg séð á hverju þetta einhvern veginn að neita því að þetta séu alvöru fræði frekar en bara eitthvað annað, sko. Nei, ok. Aðeins í feminisman, ef að þú værir aðeins til í að lýsa fyrir mér, af því að nú veit ég aðeins feminisma, ég fór í 1 kúrs upp í HÍ, einhvern mann, og þá man ég að feminismin hefur verið að þróast. Geturðu bara örstuð hlaupið yfir hvernig, ég veit ekki hversu víðtækt þú vilt hafa þetta, en bara þannig að við áttum okkur á því, hvernig feminismi hefur þróast síðustu áratugina? Síðustu áratugina? Einhvers stað að byrja hann. Já. Svo erum við komin í dag. Já, ég meina það er náttúrulega, það er náttúrulega rúm 100 ár síðan konungvíkukosningarétt og þannig að það var náttúrulega barátta hafin fyrir þann tíma. Já. Og og ég meina það er hægt að fara aftur á 18. öld þar sem að, ég meina það er náttúrulega mjög merkileg skrif eins og frá Mary Wollstonecraft í Bretlandi og fleiri sem eru að skrifa þá réttindi kvenna og hún náttúrulega, og svo sem fleiri hér og þar svona í hugmyndasögunni, sko. En það er náttúrulega, mér finnst svolítið gaman eins og með Wollstonecraft sem er þarna uppi á seinni hluta 18. aldar, að því að hún er að tala að uppeldi skiptir svo miklu máli, uppeldi barna og að samfélagi sé í rauninni að skemma fólk svo mikið með bara röngu uppeldi. Og þannig að konur og stelpur fá ekki að rækta skynsemina nógu mikið af því að þær fá ekki nógu góða menntun. En hún er að gagnrýna í rauninni líka, sko, karlmennsku hugmyndirnar, eins og það að það tíðkast þarna að það sé verið að senda stráka að heiman mjög unga í einhverja heimavistarskóla og hún gagnrýnir líka, sko, þjálfun sem hermenn þurfa að gangi í gegnum til að einhvern veginn að loka á tilfinningar sínar og þannig að hún er í rauninni að gagnrýna þetta sem að við vorum að tala áðan í sambandi við þetta með að karlmenn mætti ekki sína tilfinningar og eitthvað svoleiðis, að hún er þarna að tala það að það sé svo mikilvægt að ungir drengir fái að njóta móðurlegrar umhyggju og að þeir fái að leggja rækt við sínar tilfinningar og fá að vera tilfinningaverur. Okay. En það hefur náttúrulega verið, sko, kannski sú saga feminisma sem við þekkjum mest og eins og allavega undir þessu orði feminisma svona, það eru náttúrulega eins og þú segir þessi síðustu áratugir og eins og frá kannski 7. og 8. áratugnum og náttúrulega kvennafrídagurinn 1975 og svoleiðis sem að ég rétt svo man eftir. Ég var alveg að vera 6 ára. En hvernig hefur þetta breyst? Hvernig hefur baráttan, þessi femíníska barátta breyst á síðustu áratugum?
Ég held hún sveiflist svolítið svona einhvern veginn bara eins og það hversu mikill kraftur er í henni og svona og þú veist að koma svona lægðir, það er líka kannski bara ekki með þreyta í og stundum einhvern veginn að já, nú hefur orðið framför, þá getum við slakað þess á og svo kemur alltaf í ljós að nei, það þarf bara virkilega alltaf að vera á vaktinni sko. Þannig að mér hefur fundist það svona alveg áberandi á sko svona síðustu árum að bara hvaða hefur sko verið komið mikill kraftur í femíníska baráttu og og eins og sko eins og þetta með að eitthvað svona væri verið að kenna femínistum allt illt og eitthvað svona menn það var ennþá verra fyrir, ég veit ekki, 10-15 árum þá þorði varla nokkur manneskja að gangast við því að vera femínisti, það var bara svo mikið skammaryrði en núna er þetta miklu bara miklu fleiri sem segjast vera femínistar til dæmis og þó það sé ekki allir en það hefur aukist og mér finnst líka áberandi bara svona, ég veit ekki, mikil kraftur í bara ungum stelpum og svo náttúrulega og í auknum mæli karlmenn að koma inn líka sko. Eru þeir velkomnir í baráttuna? Já, ég myndi segja það en sko ég myndi segja að það þurfi kannski svolítið að passa samt hver fær að leiða baráttu, af því að ef þetta er barátta sem á að snúast einhvern veginn að vera hagsmunabarátta kvenna eða svona fyrir réttindum kvenna að þá þurfa þær einhvern veginn að fá að leiða svolítið, svona alveg eins og við myndum, ég veit ekki, við myndum ekki vilja að það væri fullt af hvítu fólki að leiða réttindabaráttu svartra eða eitthvað þannig sko, þó að það megi vera með en svo er náttúrulega annað líka, það er náttúrulega alls konar sem kallar þurfa að díla við svona fyrir sig eins og bara kallmennsku ímyndin og eitthvað svona sem að snýst náttúrulega í rauninni bara þeirra eða Er svona, mætti segja að það væri sér svona kafli innan feminisman sem snýr að karlmönnum tengt á kallmennsku ímyndinni? Já, ég held að það var, örugglega. Það er örugglega hægt að sko kalla það, en það er náttúrulega til svo margar útgáfur af feminisma og þannig að ég hugsa að myndi kannski ekki allir feministar vera sammála um það, en ég meina sko viljum við líta á feminisma sem bara kvenréttindabaráttu fyrst og fremst og þá af því að það hefur náttúrulega þá er það í rauninni bara barátta fyrir jöfnum völdum kynjanna en þá er náttúrulega spurning hvað sko hvað er að gera við kallana sem eru óánægðir líka og vilja ekki hafa hlutina eins og þeir eru og einhverju leyti er einhver réttindabarátta þar kannski líka að eins og til dæmis rétturinn til að fá tjátilfinningar og eitthvað þannig og en ég veit ekki, sko kannski myndi einhverju vilja kalla það eitthvað annað en feminisma, ég veit að en ég held að sé bara svolítið svona ég hef kannski ekkert voðalega sterkar skoðanir á því hvernig þetta flokka það það er svolítið svona en þetta er allavega mjög svona þú veist, þetta er augljóslega tengdir hlutir og tengdir hagsmunir og Já, en ég er að því ég er nú með þessa karlmennsku pælingar þá er ég alltaf sko hvenær er ég farin í öfuga átt af því ég vil náttúrulega vera styðjandi við femíníska baráttu og ég tel einhvern veginn þessar kúgandi hugmyndir sem við höfum karlmennskuna vera hinn hliðin á þessum feðraveldis kúgunar peningi sko. Já, og sem að náttúrulega einhvern veginn gengur út á að
það eiga bara allir að halda sig í sínum Já, kassa, annars Já. hrynur kerfið Já. eða eitthvað þannig. já, svolítið. Já. Og náttúrulega á þessari kvenfyrirlitningu Já, alltaf. einmitt. Kallmennskan skilgreinir sig út frá, eins og ég líti á það, út frá því að vera ekki eins og eitthvað sem er kvenlegt. Já, Og Já. fyrirlíta það alltaf, Já. allstaðar. einmitt. Því að og kallarnir eiga að hafa völdin og, Já. og hérna. Já, einmitt. Já, hvað hérna, já, að lokum kannski. Við erum búin að vera hérna næstu í 40 mínútur. Já. Bara hvernig, að því að feminismi eins og ég skil hann hefur verið að berjast fyrir breyttri svona heimsmynd eða breyttri samfélagsgerð. Gagnrýnir feðraveldið sem samfélagsgerð sem hyllir körlum og karllægum gildum. Hvernig samfélagsgerð sérð þú fyrir þér? Erum við að tala um í náinni framtíð eða fjarlægri? Já, bara hvað, já. Eða svona drauma samfélagsgerðin? Já, segjum bara drauma samfélagsgerðin þín. Já, Hvað sérðu fyrir þér? Sko, ég veist að drauma samfélagsgerðin væri þar sem að fólk væri einhvern veginn bara miklu, miklu minna upptekið af kyni, sko. Já. Og hérna, við værum, ég meina, ég held að það sé einhvern veginn bara, að við værum, já, þannig að fólk væri ekki svona mikið flokkað og þannig að við bara getum verið manneskjur og tengst hvert öðru þannig og hérna. Hvernig gerum við það? Já, ég meina við erum náttúrulega manneskjur og við höfum alls konar, bara, ég veit það ekki, eins og bara fólk hefur alls konar sameiginlega áhugamál og sameiginlega hagsmuni þetta sem manneskjur og ég held að, og ég meina, og stundum náum við því kannski alveg, ég meina, við erum kannski eitthvað, þú veist, að tala saman og erum ekkert endilega alltaf að pæla í þessi er kall sem ég er að tala við eða þessi er kona eða eitthvað þannig að við viljum kannski geta bara tengst einhvern veginn en meinarðu hvernig förum við að því að ná þessu takmarki? Hvaða skref þurfum við að taka? Já, byltingu. MeToo-byltinguna? Já, og það þarf nú örugglega meira til en það, sko. Það er einhvern veginn að kollvarpa kynjakerfinu og Hvernig þá? Já, ég veit það ekki. Það er eitthvað, ég held að þetta séu voðalega lítil skref sem við erum að taka, en ég meina það er náttúrulega fullt af fólki sem langar ekkert til að vera einhvern veginn og ég meina það er náttúrulega til dæmis að aukast að fólk kærir sig ekki að skilgreina sig út frá kyni eða eitthvað sem að eða kannski, ég veit það ekki, kannski hefur það alltaf verið þannig að fólk langar ekki til þess en það er kannski svolítið einhvern veginn hafa verið að opnast svolítið einhvern veginn bara, já ok, það er hægt en að sleppa að einhvern veginn að fara einhverjar aðra leiðir en af því að ég meina ég held að það hafi örugglega lengi verið til fólk sem hefur verið mjög óánægt með hlutskipti sitt innan kynjakerfisins og það eru náttúrulega til alveg bara margra aldagamlar frásagnir kvenna af því hvað þessi ósáttar við hlutskipti kvenna og eitthvað þannig en já, en ég því miður hef ekki neina svona töfralausn en ég held að þetta sé bara eitthvað sem að við þurfum bara að vinna það í sameiningu, sko. Þannig að við getum lagt niður feminisma þegar að kyn hættir að skipta svona miklu máli, eða? Já, og ég held að það verði ekki á þessu ári, ekki næsta ári. Nei, ég held að sé aðeins lengri það. Já, það. Já, sennilega. En er eitthvað sem þú vilt bæta við að lokum? Nei, ekkert sem ég man eftir. Ég getum örugglega setið hérna alla nótt, sko, en Algjörlega. Bara takk hérlega. Já, ég bara þakka fyrir mig.